Óðinn eins og þetta varðskip hérna fyrir aftan mig. Það samt reyndar miklu eldra en ég. Það svona 55 ára. Ég bara svona nálgast 9. árið mitt. Björgunarskipið Óðinn var hluti af landhelgisgæslunni í rúmlega 50 ár og þjónaði okkur mjög vel á þeim tíma. Dró meðal annars 200 skip að landi. Núna í dag skipið hérna við höfnina á Granda og hluti af Sjóminjasafninu. Fyrsti þyrlupallurinn á íslensku skipi og gátu litlar þyrlur sest á hann. Fyrsta þyrlan sem Landhelgisgæslan notaði var af gerðinni Bell og var keypt árið 1965. Byssur af þessari gerð voru á öllum stóru varðskipum Landhelgisgæslunnar á seinni hluta 20. aldar. Óðinn tók þátt í öllu þremur þorskastríðunum í 20. öldinni. Þessi fallbyssa hérna, þetta var öflugasta vopnið í skipinu. Þekktasta og árangursríkasta vopnið í þorskastríðunum voru toguraklippunar sem finna má á afturdekki skipsins. Óðinn sigldi með klippunar eftir sér í stálver. Skipverjar Óðins notuðu þær til að klippa á togura óvinarins og þannig eyðilögðu þeir veiðarfæri þeirra. Bresku skipin urðu frá að hverfa, veiðarfæralaus. Og útgerðir þeirra sátu uppi með töluvert tjón og hugsuðu sér tvisvarum áður en þær sendu aftur skip á Íslandsmið. Varðskipið Óðinn sýning sem maður gengur inn í bókstaflegri merkingu. Leið eins og maður farið nokkra áratugi aftur í tímann. Borð ýmsir munir og fatnaður sem gætu hafa tilheyrt skipverjum í kringum 1970. Rúm uppbúin og hér og þar sitja gínur svo stundum bregður manni við að kíkja inn í káettur. Texti og myndir úr sögu skipsins á veggspjöldum. Sýningin býður upp á þátttöku áhorfenda því hér margt að snerta. Leiðsögnir skipið 3 á dag auk þess sem skoðunarferðir skipið njóta vinsælda hjá skólahópum. Svona bjuggu hásetarnir borð, þau saman. En þurfti að vera ansi liprir til að búa lengi við þessar aðstæður. Óðinn á margan hátt mjög glæsilegt skip, þó það sé vissulega barn síns tíma. Hér erum við stödd í káetu yfirstýrumanns. Hún ekki stór, en hún rúmar allt sem þarf fyrir þægilegt líf yfirmanns á varðskipi. Hér erum við stödd í íbúð skipherra á Óðni. Skipherrar á Óðni voru alls 27 og fyrstur í röðin var Eiríkur Kristófersson. Það að vera skipherra á varðskipi var mikil virðingarstaða. En þessi húsakynni ekkert endilega að endurspegla það, ekki þessi litla káeta hér. Skipherra hafði hins vegar setustofu skipsins. Hér í setustofunni hefur verið hægt að eiga notalega stund við viðtakið. Ef forseti var með í för, þá bjó hann í forsetasvín. Hver í brúnni? Siglingu Óðins var stjórnað úr brúnni. Þar var gott útsýni til allra átta og þar voru einnig stjórntæki skipsins. Útvarpsstöð skipsins var mest notuð fyrir 1983. Hér auga skipsins. Ratsjáin sendi geisla í allar áttir til þess að skynja hvort skip nálægt eða hve langt land. Ef það virkaði ekki, gat skipstjórinn alltaf gripið í öll þessi hérkort og fleira til hér og önnur hér uppi. Stjórnborðið var sett upp árið 1975. Hér við stödd í loftskeytaklefanum og enda var það lykilatriði fyrir varð- og björgunarskip. Einn loftskeytamaður starfaði borð í Óðni og hefur loftskeytaklefinn eins og hann í dag verið settur upp á hluta til eins frá 1960. Vélsíminn bæði vinstra og hægra megin. Með honum sendi stýrmennirnir fyrirmæli niður í vélarrúm. Áfram, aftur á bak, hratt og hægt og svo framvegis. Skipverjar notuðu ýmsar leiðir til að skiptast á upplýsingum við önnur skip og loftför. Þessi hérna fáni til dæmis
þýddi það að það var maður fyrir borð. Hátalarar eru í klefum og víðar. Aðallega var leikinn vinsæl dægurlaga tónlist. Ekki var algengt að aðstoða þyrfti brennandi skip, en það kom þó fyrir. Einnig var gert ráð fyrir þeim möguleika í Óðni og því slökkviliðsbúnaður til staðar. Sjúkrastofa skipsins jafnframt skurðstofa, þar sem framkvæmdar voru ýmsar aðgerðir, enda var skipið oft langt frá landi. Hér erum við í eldhúsinu, þar sem elda var fyrir svanga skipverja. Óðinn sigldi úr sinni síðustu ferð í Reykjavík 1. júlí 2006. Sigurður Steinar Ketilsson stýrði þá skipinu. Ástæða þess var sú að Óðinn var orðinn 46 ára gamall og þarfnaðist mikils viðhalds.